En samt hægja síðan aðeins á sér. Þú ert að koma hérna að gatnamótum. Já. Flott. Aðeins líka. Já. Já, ég beði hérna. Já, þetta fínt að svona. Stoppa hér. Ok. Andaðu bara rólega og líti kringu þig. Sérðu skiltið þarna? Já, þetta bláa þarna. Einmitt. Manstu, þetta er boðmerki. Já. Boðmerki gefið til kynna hvaða stefnu þú mátt taka. Já, boðmerki gefa stefnu. Ok. Ja, ekki alltaf. Stundum gefa boðmerki til kynna hvernig umferð má keyra veginn. Eins og til dæmis boðmerkin sem eru fyrir hjólreiðastíga og göngustíga, reiðstíga. Og svo þegar þú kemur á hringtorginu þá sérðu að það er boðmerki sem gefur til kynna hringakstur. Ertu að hlusta mig? Já, ég bara hérna... Ég þarf eiginlega tótið sko að hérna... Ertu til að bíða bara í smástund? Það er óþolandi þegar hann gerir þetta. Hæ, vitið þið hvað? Sko, til að fyrirbyggja vandræðaganginn hérna í seinasta þætti þá fór ég að skoða fullt af nótum og sá að það er alls konar merki, fullt af einhverjum merkjum sem ég bara botnaði ekkert í. Það er víst aðeins flóknara að skrifa tónlist heldur en bara nótur á nótnabelti. Haha, einmitt! Sjáðu þið hérna. Hvað er þetta allt saman? Einhverja línur og bogar og punktar og ég veit ekki hvað og hvað. Eða réttara sagt, ég vissi ekki hvað og hvað. Þegar núna er þetta allt saman komið á hreint. Sko, allar þessar auka merkingar heita boðmerki. Og boðmerki segja okkur ekki hvað við eigum að spila, heldur hvernig við eigum að spila. Og í síðasta þætti þá lærðum við takt, boða, sem er boðmerki sem boðar hvaða takttegund við eigum að spila í. Og í þessum þætti ætlum við að læra öll hin boðmerkin. Eða kannski ekki öll boðmerki, þeir eru alveg ótrúlega mörg. En sum eru algengar en önnur. Við byrja þar. Nú er ég búinn að flokka öll boðmerki niður í 4 flokka. Það eru taktboðar, augljóslega, kunnum það, tónboðar, formboðar og lengdarboðar. Lengdarboðar, það getur ekki verið að sjá. Lengdarboðar. Við vorum ekki að læra lengdargildi. Hvað með lengdargildin? Frábær spurning, ég! Já, það. Já. Takk. Já, sko. Lengdarboðar. Eins og nafni gefur til kynna, boða lengd. En við þurfum samt ekki alltaf að nota lengdarboða. Yfirleitt þá dugar lengdargildi nótnanna alveg. En ég ætla að sýna ykkur 3 algengustu lengdarboðana. Þetta hérna er lengdartengi eða tengibogi sem tengir saman 2 nótur sem eru á sömu línu eða sama bili. Þessar 2 nótur eru þá spiluð sem 1 nóta sem er þá jafnlöng og báða nóturnar til samans. En af hverju að nota eitthvað lengdartengi? Af hverju að tengja saman 2 fjórðupartsnótur bara til þess að vera með 1 hálfnótu? Af hverju notum við ekki bara 1 hálfnótu til að byrja með? Vá! Aftur frábær spurning á mig! Vel gert! Takk. Ég held að sé best að koma bara með dæmi. Hér er bara komið nótnabelti með nótum. En flottar nótur. En ó nei!
Það vantar taktboðan. Hafið engar áhyggjur. Ég skal redda því. Og núna þurfum við að sjálfsögðu að teikna taktstriki. Já, 3/4. Það þýðir að hver taktur eru 3/4 partsnótur. Þetta svo auðvelt. 1, 2, 3 og strik. Jæja. 1, 2 og... Þessi hálfnóta nú svolítið mikið fyrir mér. Sko, ef ég set taktstrikið hérna fyrir framann, þá þessi taktur orðinn bara 2/4. En ef ég set hann fyrir aftan, þá takturinn allt í einu orðinn 4/4. Ó nei. Ekki örvænta. Tengimaðurinn kemur til bjargar. Æ, nei. Finnst ykkur ekki pirrandi þegar nóturnar eru stórar og passa ekki inn í taktinn? Jú. Ég tengi. Jæja, þá skulum við skipta þessari hálfnótu í tvennt. Tengi, takabra! Og nú það bara lengdar tengið. Gjörðu svo vel. Tengimaðurinn út! Já. Hvað var þetta eiginlega? Já, akkurat. Og nú get ég þá sett taktstrikið á sinn stað. Og þess vegna notum við stundum lengdartengi. Já, ég veit ekki hvað þetta er. Ó, já, akkurat. Næsti lengdarbóði, punktur. Stundum þá sjáum við bara ósköp venjulega nótu, nema það er punktur fyrir aftan hana. Punkturinn lengir nótuna helming af upphaflegu lengdargildi. Af hverju? Af hverju í ósköpunum þurfum við á því að halda? Nú, við vitum að heilnóta eru 4 slög, ekki satt. Við vitum líka að hálfnóta eru 2 slög. En hvað ef við þurfum nótur sem eru 3 slög? Nú, við getum auðvitað bara skrifað hálfnótu og 4. partsnótu og svo tengt á milli þeirra með lengdartengi. Var einhver að kalla á mig? Nei! Nú, ókei. Eða, við getum bara teiknað hálfnótu og svo bætt við punkt fyrir aftan og þá þessi nóta orðin 3 slög. Þetta kallast líka punktering eða punkterunóta. Ok, seinasti lengdarbóði, dvalarmerki. Stundum kallað fermata, en það fína ítalska orðið yfir það. Þetta alveg ofboðslega skemmtilegu lengdarbóði. Þegar dvöl sett yfir nótu eða þögn, þá megum við dvelja á nótunni eða þögninni lengur en lengdargildi gefið til kynna. Hversu lengi? Nú, bara eins lengi og við viljum. Dvölin gefur tónlistinni smá dramatík. Og spennuþunga. Jæja, þá þekkjum við algengustu lengdarbóðana. Svo við skulum fara í næsta flokk boðmerkjanna. Tónbóðar. Sko,
Taktboðar boða takt, lengdarboðar boða lengd, svo tónboðar hljóta boða tón. Ha? Tón? Veitu, hvað meina ég eiginlega með því? Góð spurning. Sko, nóta á nótnabelti segir okkur hvaða tón við ætlum að spila. En tónboðinn segir okkur hvernig tón við ætlum að spila. Hæ, hafðu engar áhyggjur. Þetta skýrist allt mjög fljótlega. Það til alls konar tónboðar. En við ætlum að tala 2 mjög algenga. Fyrsti bindibogi. Er þetta ekki bara lengdartengi? Nei, sko, bindiboginn lítur eins út þannig að þetta getur verið pínuruglandi. Við drögum bindibogann yfir þær nótur sem á að spila bundið. En sko, lengdartengið það tengir bara saman 2 nótur sem eru á sömu línu eða sama bili, skilur. Bindibogi getur bundið saman fullt af nótum í einu. Og að spila bundið þýðir að hver tón hljómar þar til svo næsti spilaður. Þess vegna bindiboginn tónboði. Af því að hann boðar hvernig tónnin spilaður, ekki hvaða tón spilaður. Hafið þið heyrt talað bundið mál? Bundið mál kveðskapur, sem sagt ljóð eða kvæði. Og það skemmtilega við ljóð það að þau eru flutt með áherslum og hrynjanda. Þegar við spilum bundið, það ekkert svo ósvipað og þegar við förum með bundið mál. Við förum á bíó, við förum á kostum, við förum á puttanum rúnt. Brauðmólum hendum í hausinn á öndum, sem hjálmlausum fellur það þungt. Takið eftir því að hér sjáum við bæði bindiboga og lengdartengi og takið eftir því að þessi 2 boðmerki þjóna sitt hvorum tilganginum. Já, ok, þá þekkjum við bindiboga. Næst ætlum við að skoða punktur. Nei, bíddu aðeins. Nei, ég ætla ekki að bíða neitt. Punktur. Við vorum að tala punkt, ekki satt? Jú, það var öðruvísi punktur. Þú kennari, þú veist þetta alveg. Nei, ég ekki kennari, þú kennari. Ég leikari. Punktur, annar punktur, hinn punktur. Hvað næst? 2 punktur, þetta meikar ekki sens. Þú svo fyndin kjánakall. Sjáðu. Þessi punktur ekki lengdarboði eins og punkturinn. Þessi punktur annarkvort fyrir ofan eða neðan nótuna og breytir henni í stiklu. Þannig að punktur aftan við nótu punkturinn sem lengdarboði og punktur fyrir ofan nótu eða neðan stikla sem tónboði. Stiklur eru steinar sem hægt að stíga á til að komast yfir læk eða á. En þá þarf maður að hoppa svona á milli þeirra. Stiklur í tónlist, þar hljóma bara alveg eins. Lyftu á þetta, ég allir að gera þetta. Koma svo ljósan var ég. Þegar að nótur verða að stiklum, þá kallast það stundum að spila slitið. Og það þá andstæðan við það að spila bundið. Við skulum nú hlýða á örstutt tóndæmi. Í tónlist stundum notuð ítölsk orð og það á þau sérstaklega við bindiboga og stiklur. Stundum sér maður enga bindiboga en þá bara búið að skrifa orðið legato fyrir ofan nótnabeltið. Það þýðir að við að spila bundið. Eins getur verið búið að skrifa orðið staccato fyrir ofan nótnabeltið. Það þýðir að við að spila slitið. Þess vegna mjög mikilvægt að við lærum þessi 2 orð. Legato, bundið, staccato,
slitið. Svo getur það líka að hjálpa manni pínu að því að þú veist, þegar maður segir orðið stakkató, þá eins og maður sé að segja það í stiklum. Stakkató. Success. Ok, þá það síðasti boðmerkjaflokkurinn. Formboðar. Formboðin segir okkur hvernig lagið er í laginu. Sko, til dæmis lokastrikk. Þetta merki er aftast og þýðir að lagið sé búið. En ef við setjum tvípunkt fyrir framan, þá það orðið að endurtekningamerki og þýðir að við höfum að endurtaka allt lagið. En stundum eru 2 endurtekningamerki og það þýðir að við höfum að endurtaka allt sem á milli þeirra. Svo líka til svona leiðarmerki, oft til dæmis leið 1 og leið 2. Sumir vilja nota ítalska orðið sem volta og þá oft talað fyrstu voltu eða aðra voltu eða jafnvel prima volta eða segunda volta. Og hér hinn fáránlega hæfileikaríka Adele Dazeem. Já, einmitt. Sko, þriðja volta væri reynd að kalla terza volta, ekki travolta. Bara svo það sé alveg á hreinu. Þessi leiðarmerki virkar sem sagt svona. Við byrjum bara að spila lagið eins og venjulega. Þar til við komum að fyrsta leiðarmerkinu og klárum það. Fyrsta leiðarmerkið er svona hornklófi sem endar á endurtekningamerki. Það segir okkur að fara alla leið tilbaka og byrja upp á nýtt. Allt í lagi með það. Við spilum og nú erum við aftur komin að fyrsta leiðarmerkinu. En muniði, þetta var bara fyrsta leiðin. Nú ætlum við að fara aðra leið. Þannig að við hoppum hérna yfir fyrstu leiðina og höldum áfram að spila leið númer 2. Og hérna endar svo lagið. Já, en sjáiði þetta. Þetta sem sagt leiðin sem við spiluðum í gegnum lagið. Þetta er lagið á laginu, eða með öðrum orðum formið. Þess vegna köllum við þessi merki formboða. Húja! Og þá erum við búin að kynna okkur þessi helstu boðmerki og hvaða tilgangi þau þjóna. Við erum með taktboða sem segir okkur takttegundina. Við erum með tónboða sem segir okkur hvernig við spilum lagið. Þetta með bundið eða slitið. Við erum með formboða sem segir okkur til leiðina í gegnum lagið. Og við erum með lengdaboða sem segir okkur lengd nótnanna ef að lengdagildið eitt og sér er ekki alveg nóg. Eða það pínu fyrir. Farðu. Eða þegar að lengdin er óræð og dramatísk, en þá er það í okkar höndum að ákveða endanlega lengd. Svolítið bara eins og þessi þáttur hérna. Ég get bara endað hann hér. Eða við getum bara staldra við stund. Slappa af. Ó nei, ég á verið aukatíma. Ó, er það bara heim?